Stykkishólmur fyrirmyndarbær þegar kemur að endurvinnslu. Sveitarfélagið var langt á undan sinni samtíð í að flokka, skila og endurnýta. Við fengum Maríu, fyrirmyndarflokkara, og Gunnar, fyrirmyndarverkstjóra hjá Íslenska gámafélaginu, til að segja okkur aðeins frá þeirra störfum í þágu umhverfisverndar. Það virðist vera samdóma álit íbúa hérna í Stykkishólmi að þú sért einhvers konar yfirflokkari. Segðu okkur hvað hérna Ég veit það ekki, sko, því þetta er ekki, það kemur ekki frá fjölskyldunni. Nei, og þetta verður ekki verið innbyggt í þig bara frá... En sko, þegar ég eignaðist mitt fyrsta barn, 25 ára, það var 94, þá bara einhvern veginn byrjaði ég strax og fór á taupleigur, ég var bara með taupleigur og hef haft það á öllum börnunum. Og einhvern veginn, ég veit ekki hvaðan þetta kemur. Bjóstu hérna 25 ára í Stykkishólmi? Já. Var þá Stykkishólmi komin svona langt í... Nei. Sko, ég man ekki alveg hvenær það byrjaði, sko, áður en af tunnurnar komið hingað. Já. Þá var hægt að fara upp á gámastöð með pappír og fernur og gler. Þannig ég bara byrjaði strax í því og var alltaf flokkað í rauninni allt sem hægt var að flokka. Þegar tunnurnar komið hérna, þá bara tók maður það lengra eins og með plastið og allt þetta. Og við erum 6 í heimili. Eins og staðan núna 4 til 6, því 2 dæturnar þær eru ekki með fasta búsetu hérna. En þú veist, til dæmis, það er losað almenna ruslið einu sinni í mánuði. Það er alltaf bara 1 poki hjá mér. Eftir mánuð á 6 manna heimili? Já. Það er mjög lítið. Það er hægt að flokka allt. Og svo er ég náttúrulega líka, ég spái í því ég kaupi inn. Ég spái í umbúðirnar því ég kaupi inn. Þú veist, geti keypt stærri einingar og svo er ég líka eins og með allt þvottefni og allt þetta, kaupi ég heilsuhúsinu og fer bara alltaf með áfyllingar. Ég fylli á og svo þegar ég fer upp á Skaga þá fer ég yfirleitt í Kæju og kaupi ég vildi svo að maður gæti gert þetta víða, fylla á eins og þessar fræin og rúsínur og allt þetta sem hægt er hjá Kæju. Ef við látum sem nú er hún María búin að flokka alveg og skila til þín, þá tekur þið við þessu hérna. Já. Hvað gerist eftir að fyrirmyndar sveitungar eru búin að flokka? Sko það sem að hún náttúrulega flokkar aðalega í tunnurnar heima hjá sér. Og við komum þá bara á ruslabílnum og tökum það. Það er alltaf á svo misjafnt, eins og núna í þessari viku, þá erum við að losa grænutunnuna og þá förum við og bara á alla staði í bænum og tökum grænutunnuna og svo farið með það til Reykjavíkur og það er það að flokka í sundur. Er það tekið beint? Er farið bæinn og hvolft í stóra bílinn og er hann svo bara keyrður í bæinn? Já. Og þar er það allt bara flokkað á færibandi og þar er flokkað í sundur dagblöðin og fernurnar og plastið og málmhlutirnir litlu og svo er það baggað í svona pressu, stóra bagga og sett í skipafélagsgáma og bara í útflutning. Almennasorpið, hvaða ferðalag á það að baki? Það fer í Fíflholt sem er rétt hjá Borgarnesi. Það er urðunarstaður fyrir allt Vesturland, allt sem ekki hægt er að koma í endurvinnslu. Og þá erum við komin að síðustu tunnunni, brúnu tunnunni, lífrænn úrgangur. Já, við gerum moltu úr því og þá söfnum við því saman. Það er líka, yfir sumartímann tökum við það aðra hverja viku, en á veturna tökum við það líka bara á 4 vikna fresti, eins og grænu og almennasorpið. Og við komum með það hingað og erum með jarðgeravél sem við setjum það í og setjum smá hrossaskít og smá timburkurl og svo mallar það þar í svona bara vikutíma eitthvað svoleiðis. Þá losum við það úr vélinni og förum með það upp á gömlu öskuhaugana okkar og setjum það þar í hrúgu. Eftir nokkra mánuði þá er þetta bara orðið bara molta. Fínasta molta og íbúar geta sótt sér endurgjaldslaust moltu hérna. Og þá getur fólk bara komið hingað og náð sér í og farið og settið í trjábeðin hjá sér eða svo eru margir notið undir þökur eða bara allt mögulegt Er ekki rétt muna hjá mér að Stykkishólmur var eina fyrstu sveitafélaginu til að fara í þetta? Jú, Stykkishólmur var fyrsta sveitafélagi sem byrjaði á þessu 3 tunnu kerfi sem að Íslenska gámafélagið bauð upp á. Þeir voru búin að vera að velta fyrir sér hvað ætti að gera í þessum málum og þetta var, það eru komin 10 ár
sem við byrjuðum með í stílsónum. Það var núna, ég man ekki hvað, janúar, febrúar sem að voru 10 ár og það var fyrsta sveitafélagið og svo síðan það mörg sveitafélög sem eru komin í þetta í dag. Ég held að umhverfisvitund landsmanna sé að vakna. Já, þetta búið að gjörbreytast á þessum 10 árum, ég er búinn að vera þetta í 12 ár. Á þessum 12 árum þá þetta búið að alveg gjörbreytast, sko. Og eftir þegar við byrjum á þessu, að flokka þetta í 3 tunnur, þá minnkum við um 60% þar sem við erum að taka frá heimilónum, þar sem við erum að fara með í fíblóð. Þannig að þyngdin, það 60% minna sem fer í urðun í fíblóttum eftir að við fórum að flokka þetta í 3 tunnur. Það er magna, það munar minna í umhverfisvernd. Ef það er einhver að horfa sem er ekki farin að flokka en langar að flokka, hvað myndirðu segja við þá aðeila? Bara að byrja sem fyrst og byrja smátt, byrja þá bara á svo einföldasta og taka svo bara næsta skref þegar þú ert tilbúin. Já, og bara líka leita sér upplýsinga, fá hjálp, ég meina eins og bæði inn á Sorpu og svo hjá Gámafélaginu, það eru svona svör við alls konar spurningum að þú ert ekki viss.